Við kynnum okkur nokkra jólabækur sem tengjast Suðurnesjum núna í ár og ræðum meðal annars við Guðmund Karl Brynjarsson, prest í Kópavogi, en hann Keflvíkingur og var að gefa út bókina Hvolf. En Guðmundur, af hverju hvolf? Hún snýr svona að þér í hillunni sko, en þú kemst að því þú opnar hana að þú þarft að snúa hana á hvolf til að lesa hana. Og það sem tekur við í rauninni hérna, þegar þú opnar bókina, að þá eru blaðsíðurnar umluktar himnu sem þú þarft að rífa til þess að komast inn í bókina. Þú varst að rífa hana? Já, hérna himnan rifin. Þannig að nú getur bókin fæðst og lifna við í höndunum á þér leið og þú lest hana. Hver tilurð þessara bókar? Hvernig kom þetta til? Þetta fyrsta bóki? Fyrsta ljóðabókin sem ég geri, já. Ég hef náttúrulega verið að skrifa handrita barnaþáttum og svona sem hafa verið notaðir bæði hjá Þjóðkirkjunni og svo hérna, daginn í dag barnaefni sem ég tók þátt með öðrum að skrifa og hef náttúrulega gegnum tíðina verið að skrifa ýmislegt og auðvitað líka verið að skrifa ljóð sem ég hef svona átt í skúfunni. En þetta ekki skúfubók, ég opnaði ekki skúfuna og týndi saman eitthvað sem ég átti til, heldur fékk ég hugmyndina að þessari bók í byrjun þessa árs og bara skrifaði inn í rauninni konseptið sko. Og þá þetta svona mörguleyti, þetta eru minningar sem að ég byrjaði á að skrifa bara svona nokkuð nákvæmlega og svo í rauninni svona fjarlægði ég og svona gerði það svolítið að gátum. Þannig að í rauninni lesandinn myndi upplifa eitthvað bara kannski eitthvað allt annað en ég að tala í textanum. Svo það sem ég geri sem svolítið skrítið. Ég tek persónur úr Gamla testamentinu og ég setja svona á hvolf og hvolfið þeim inn í nútímann og læta svolítið takast á við lífið í dag. Og ég hef alltaf verið svolítið mikið fyrir sögurnar úr Gamla testamentinu vegna þess einfaldlega, og mér finnst það svolítið leiðilegt hvað almennt lítil þekking á þeim og af því að þær eru alltaf að endurtaka sig. Ég sé svo margar persónur sem ég þekki bara og fólk sem ég þekki sem að minni mig á persónur úr Gamla testamentinu og svo horfir maður jafnvel á, þetta náttúrulega í skáldskap og maður horfir jafnvel á þætti á Netflix sem maður sér sömu minnin endurtaka sig að við erum ekkert læs á það að þetta hluti af þessum arfi sko, sem við eigum líka. Og þetta eru svo skrautlega persónur að mér finnst það skemmtilegt að máta þær við okkar raunveruleika. Geturðu tekið örstutt dæmi hvað átt við? Já, við könnumst örugglega við að við farið einhvern tímann í sunnudagaskóla að syngja Ég vil líkjast Daniel, ég vil líkjast Rut og fá að vita hvaða Rut þetta eiginlega. En Rut sem sagt var sönn og góð, sannarlega, en hún sem sagt hafði gifst útlendum manni. Hún var sem sagt Ísraelsmaður, Hebrei, og giftist útlendum mann og flutti með honum. Svo deyr maðurinn hennar og bróðir hans og pappans, bara með stuttu millibili. Og svo gamla, tengdamamma hennar, hún bara, á ekki séns, skilurðu, þannig að Rut tekur hana með sér til síns lands. Og sýnir henni, hann mikið kærleika, þess vegna er hún sönn og góð. Og ég leik mér að að láta það vera eins og flóttamennina okkar í dag sem koma hingað til Íslands. Rut og Naomi. Rut og Naomi eru alsælar með félagslegu íbúðina. Sú gamla dugleg að bjarga sér í nýju landi og fer alein í búðina meðan sú yngri skúrar skrifstofur.